Hörru, jæja, þá erum við að fara að kíkja á mjög skemmtilegt efni í dag. Það eru núllstöðvar. Þannig að segjum að við erum með þessa hérna línu og þessi lína er f af x sama sem bara 2x mínus 6. Og þá er núllstöðin þessi hérna staður. Þetta er núllstöð. Og það er þá x-gildið. Það er að segja hvar erum við á x-ásnum. Nú við vitum að í þessum punkti hérna þá er uppsnúnargildi 0. Það er að segja f af x er sama sem 0 í þessum annað tiltekna punkti. Því að f af x er lóðréttásin, hérna er það 1, hérna er það 2, hérna er það mínus 1 og hérna er það svo framvegis. Þannig að hérna er f af x sama sem 0. Og þá get ég tekið þetta hérna fall og bara sett að f af x er sama sem 0. Endurskrifa þetta sem 0 er sama sem 2x mínus 6. Og nú er þetta bara orðið skemmtilegt algebradæmi. Þar sem ég færi 6 svona yfir eða einangra x-ið. Þetta verður 2x sama sem 6. X er sama sem 3. Þetta hérna er núllstöðin. X sama sem 3 er núllstöðin. Ok. Síðan fáum við aðeins flóknari föll. Segjum til dæmis við fáum fall sem lítur svona út. Svona. Og við viljum finna núllstöðina, þannig að við setjum f af x sama sem 0. Þetta lítur þá svona út. Þannig við erum með x í öðru og eitthvað x hérna. Þannig að þetta er svolítið flóknara og það sem maður þarf að gera hérna er að þátta. Það er að segja að þið sjáu að það er x hérna báðum megin, ég er með x í öðru og sem hérna er með 2x. Ég get tekið x út fyrir sviga. Hérna kemur þá 4x, hérna kemur mínus 2. Og ef þið ekki alveg sure hvernig þið takist út fyrir sviga, þá er alltaf leið bara að giska og síðan athugað til rétt hjá minni. Þannig að hérna er ég búinn að koma með ykkur ágiskun og ég get athugað hvort þetta sé rétt. Og ég geri það með því að margfalda inn í svigan, þá margfaldi ég x við 4x. Það verða 4x í öðru, margfalda x við 2, það verða mínus 2x. Og ég get borið þetta hérna saman við það sem ég var með hérna undan og þetta stemmir, þetta er hvort tveggja sama. Þannig að þá veit ég að ég var að gera eitthvað rétt. Þetta er rétt þátt hjá mér. Ok. Þannig að, eins sem ég er búinn að gera, ég er búinn að þátta. Ég er búinn að taka hérna x út úr sviga og þá er ég komið með þetta hérna. En ég er ekki ennþá búinn að finna út hvað x er. Og í þessu dæmi eru 2 lausnir. Því að við erum að notfæra okkur reglu sem segir að ef að 0 er sama sem a sinnum b, að þá er hérna, getur þetta a, þetta getur verið 0 og b má þá vera einhver tala, eða þá að b er sama sem 0 og a er einhver önnur tala. Af því að 0 sinnum einhver tala er alltaf 0. 0 sinnum einhver tala er alltaf 0. Þannig að í þessu hérna eru 2 lausnir. Annars vegar getur þetta hérna x verið 0. Og þá verður allt heila klappið 0, af því að 0 sinnum eitthvað verður alltaf 0. Ok. Hin lausnin er ef að þessi svíi verður 0. Þegar ef útkoman úr þessum sviga er 0, þá skiptir ekki máli hvað x hérna fyrir framan er. Af því að, eins og ég segi, 0 sinnum eitthvað er alltaf 0. Þannig að við getum skrifað hérna 2 lausnir.
lausn 1, það er bara x saman sem 0. Þá erum við að horfa hérna á þetta hérna x fyrir x-ið. Svo ef það er 0, verður allt heila klappi 0, af því að 0 sinnum eitthvað er alltaf 0. Ok, lausn 2, að það er ef að svíinn er 0. Það er að segja að 4x mínus 2 verði 0. Og hérna fæ ég jöfnu sem ég get leyst og ég fæ að x er sama sem hálfur. Þannig að það er hinn lausnin. Þannig að sjá, dæmi er eftirfarandi. Við byrjum með einhverju jöfnu og tökum x út fyrir sviga. Það var fyrsta skref okkar. Þegar við erum komin á þann stað, þannig hérna, og þá sjáum við að það eru tvær lausnir. Og það er annars vegar að x er saman sem 0, það er bara x fyrir framan svigann. Og síðan er það svíinn allur sé saman sem 0. Þá fengum við út þessa lausn nummer 2 hérna.